Í dag ætla ég að hnýta sennilega eina frægustu straumflugu sem hefur orðið til á Íslandi. Rektorinn eftir Kolbein Grímsson. Fluga sem var gífurlega vinsæl á sínum tíma og var alltaf það flugubók sem rektorinn átti ekki heima í. Svo gleymdist hún kannski örlítið. Alltaf sami svona þéttur hópur sem notaði hana samt, en hún hefur svo sannarlega verið að ryðja sér til rúms aftur núna undanfarin ár. Nú, ég kom með krók í væsinn. Þessi krókar er frá Arex og heitir NS118. Þetta er stærð númer 10. Það má að sjálfsögðu hnýta fluguna stærri. Mér finnst svona stærð 10 og svona nettari rektorar svona höfða aðeins meira til mín og ég hef svona aðeins meiri trú á þeim sem er náttúrulega yfirleitt það sem fær mann til þess að velja fluguna. Nú, ég ætla að hnýta rektorinn með gulum þræði frá Semperfly. Þetta er Classic Waxed. Og það sem ég byrjaði að gera er að byggja bara smá base á þræði. Svona. Við ætlum að gera smá undirbúk og í hann ætla ég að nota þetta Unijarn. Það þarf ekki að vera gult, tek það fram, getur verið í rauninni hvaða litur sem er þar sem þá er nú lítið eftir að sjást í gegnum búkinn. En ég er með þetta við hendina, þannig að það var fyrir valinu. Bara förum við með þráðin hérna niður legginn og svo upp aftur. Það er eitt lykilatriði þegar við erum að gera þetta og í rauninni bara þegar maður er að hnýta rektorinn, að svæðið hérna fyrir aftan augað, þessir nokkru millimetrar sem eru hérna, það verður mikið að gerast hérna á þessu svæði seinna í flugunni. Við verðum með jungle cock og við verðum með kraga og vængina sjálfsögur í íkornanum. Þannig að það er ágætt að reyna að halda svolitlum aga og fara ekki of nálægt augunum, þannig að þá lendum við bara í vesenni. Svo bara spinnum við. Svo þegar við erum sátt, þá förum við bara með þráðinn svona í gegnum þetta og tryggjum hann niður. Svona. Nú, einkenni rektorsins, það er guli liturinn, þessi guli og svarti grisli litur, og þetta eru hanafjaðrir og skotti hérna, það er að segja þessar tvær fjaðrir sem við notum í skottið, við búum til búkinn úr þeim líka. Það er ansi sniðugur hann Kolbeinn hvað það varðar. Það leggjum við þetta bara niður. Það er ágætt að kíkja svona á hvort við séum á réttri leið með þetta. Þetta er flott. Og svo er ekki vitlaust að splæsa bara nokkrum góðum vafningum hérna og tryggja þetta bara vel. Því að þetta á ekki eftir að sjást neitt þegar við klárum búkinn. Færum þráðið fram. Og svo bara vefjum við upp legginn. Stilkarnir á hanafjöðrum og rauninni bara örugglega flestum fjöðrum
eru þannig gerðir að þeir eru mun þykkari hérna aftast. Þannig að þegar við festum hann niður hérna, eða þá stilkana, þá er ágætt að gera það bara nokkuð þétt svo að þetta færist ekki allt saman stað. Svona, svo búum við til búkinn, þá drögum við fanirnar aftur og förum bara yfir búkinn með þræðinum. Svona nokkurn veginn og svo tilbaka. Frábært. Nú næsta efni, það er íkorni, gulur íkorni og efni sem getur verið hundleiðilt að vinna með. En við gerum okkar besta. Nú vængurinn úr íkornanum, ég reyni yfirleitt að miða við að hann sé sirka leggurinn og aðeins inn á skotti líka. Held ég bara fast með vinstri hendinni og íkornahárin eru hörð. Þannig að ef maður tekur vitlaust á þeim, þá vilja þau rúlla til hliðana. Og það er náttúrulega fullkomlega óþolandi. Þannig að það er ágætt að halda bara þétt við. Færa sig síðan aðeins framar og klippa svo. Og hérna er alls ekki vitlaust að setja örlítið sapagap. Íkornahárin eru sleip og það er fátt leiðilegra en að lenda í því þegar maður er að nýta flugu undir að hún hálfpartinn detti í sundur. Nú næsta efni er efni sem vekur alltaf upp sterk viðbrögð. Það er Jungle Cock eða frumskógar honey og við ætlum að vera með svona synthetic Jungle Cock. Þetta efni er mjög fínt ef að maður á ekki alvöru Jungle Cock. En sumir gjörsamlega þola það ekki og við berum bara virðingu fyrir því. Hnýti bara eitt í einu. Reynum við að tryggja að þetta sé jafnlangt báðum megin. Og festum þetta síðan almennilega. Svona. Nú, sapagapið sem við notum á íkornan, það er að sjálfsögðu að hjálpa okkur líka með Jungle Cocki. Jungle Cocki er líka sleift og maður þarf svona aðeins að beita brauðum til þess að haldi almennilega. Nú, kraginn, hann er úr sama hnakka, þessum gula og svarta grísli hananhakka og það er ágætt þegar maður gerir þessa kraga úr fjöðrum að splitta fönunum svona og klippa síðan svona lítið tagg. Nei, hvar eru þið hérna? Hérna á endan. Og hérna er gott að vera með smá grip á þræðinu sínum.
byggjum við þetta bara vel. Vaxið sem ég setti það hjálpa mér líka við að halda þessu taggi. Það er að segja, hann verður svolítið stamar í þráðurinn og með mikil hjálp í honum. Svo bara vefja og það er ágætt að bleita fingurgómana örlítið og draga fanirnar aftur í hverjum vafningi. Ef að fanirnar er ekki að leggjast akkurat eins og við viljum, þá skulum við ekki hafa ágjörð af því alveg strax. Gerum þetta bara rólega þetta hún. Svo þegar við erum sátt, rennum við þræðinum í gegn. Og klippum burt. Og þetta er svona dálítið crazy hjá okkur, en þá bara söfnum við föðnunum saman og tryggjum þær niður. Svona. Nú, eitt af einkennum rektorsins er rauði hausinn og hérna er að sjálfsögðu hægt að nota datormer, rautt lakk, en ég ætla að nota þennan hérna þráð. Þetta er frá Techstream og heitir Powerthread. Þetta er svona svipað á nanosilk nema í þessum sterka rauða lit og mjög skemmtilegu þráður vegna þess að hann litar ekki neitt þrátt fyrir að vera svona ofboðslega skær. Breytum aðeins afstöðunni hérna svo þetta flæði ekki fram á hjá okkur. Svo bara byggjum við upp haus. Það má alveg vera svolítið stór. Þetta er hluti af því sem að lætur fluguna veiða. Svona. Og svo í lokin, eins og alltaf, setjum við eitthvað gott lakk. Þannig að þetta haldi vel. Hérna væri ekkert vitlaust að fara kannski leyfa fyrstu umferðinni að þorna og spreyða síðan annarri á. En Rektor eftir Kolbeinn Grímsson, einn af þessum flugum sem að veiða gríðarlega vel. Klár og tilbúin í boxið. Takk fyrir mig.